Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Þetta, já, ekki góðviðris föstudagskvöld. Það er alltaf að vera vitlaust hérna þarna úti. Vesturlandslagur náttúrulega bestu gerð í að Skallagrímur framundan hér í fyrstu deild karla og hvað er betra en að hafa einhverja 60 metra í kviðum undir Hafnarfjallinu akkurat á þeim degi. Það er bara veðurguðirnir eru að leggja sitt af mörkum hér til þess að auka á stemminguna. Já, ekki veitir af, Skagalið er á miklu flugi, búin að vinna 6 í röð. Þeir hafa ekki tapaleik sem þeir töpuðu óvænt útileik KVF í nóvember. Eins og ég segi, síðan 6 sigurleikir í röð. Aftur á móti, hjá Skallagrímsmönnum gengur allt á afturfótunum, búið að vera mjög erfitt á þessu tímabili. Ég ræddi aðeins við Pétur Má, þjálfara þeirra hérna, fyrir leik og hann lýsti bara raunum sínum. Hann hefði aldrei lent í öðru eins, þetta tímabili búið að vera mjög erfitt, búin að vera mjög óöfnir með meiðsli, óöfnir með veikindi, óöfnir með já, bara eiginlega allt sem hefur allt klikkað sem hefur getað klikkað hjá þeim og enda að sitja þeir núna í 11. sæti af 12. Þannig að fyrirfram ætti maður að ætla að Skagalið ætti að eiga bara tiltölulega þægilegan sigur hérna framöndan í kvöld, en það er ekkert endilega á vísan að róa. Ég var nú að renna yfir gagnagrunnin okkar hérna hjá IA-TV, við svona söfnum alls konar upplýsingum og mér telst til að við höfum sýnt 5 leiki á milli þessara liða í beinni útsendingu á IA-TV, það er að segja heimaleikir annarkvort hér á Vesturgötunni eða á Jaðarsbökkum, og það, af þessum 5 leikjum hafa Skallagrímsmenn unni 4, þannig að þetta er grannaslagur og ef að Skagaliðið mætir ekki tilbúið til leiks, þá getur farið illa í nokkuð vissum það, og ég held að það sé kannski eina hættan sem að læðist að mér, að hvort að kæruleysið getur læðist inn hjá leikmönnum, en þá treysti ég fáum betur en Óskari þjálfara til þess að skerpa menn eftir að ég fekk það skemmtilega verkefni í síðustu útsendingu okkar að hlera leiklén hjá þeim. Það er spurning hvort að við fáum kannski bara byrjunarliðin, leikmannahópana skulum við segja, leikmannahópur, og byrjum á heimamönnum. Þar er númer 1 Styrmir Jónasson, númer 2 er Kynjón Hodges sem er stigahæstur Skagamanna meðaltali með 18 stig. Daði Alfreðsson, númer 4, númer 5 Hjörtur Hrafnsson sem átti virkilega skemmtilega innkomu hér í síðasta heimaleik. Sertan Stojanovic er númer 7, númer 9 er Jóel Duranóna, númer 10 er Lucien Kristófits og númer 11 Július Duranóna, númer 14 Aron Elvar Dagsson, númer 21 Guðbjartur Gíslason og númer 24 Viktor Bafuto, þjálfari er Óskar Þór Þorsteinsson. Við skulum, þá kannski við kynnum bara Skallagrímslið er ekki með fullan hóp í kvöld. Númer 1 er Benjamin Karl Styrmisson, númer 2 er Eiríkur Fríman Jónsson, númer 7 er Sævar Alexander Pálmarsson, númer 13 er Orri Jónsson, númer 14 Júre Bóban, númer 22 Kristján Sigurbjörn Sveinsson, númer 28 Magnús Engill Valgeirsson og númer 34 Jermaine Hamlin og númer 55 Luke Moyer, og sem fyrir segir Pétur Már Sigurðsson er þjálfari þeirra, auðvitað fyrrum leikmaður Skallagríms einnig og svo sem fór víða á sínum ferli. Maður sér hann reglulega bregða fyrir í sjónvarpinu. Það er mikið verið að rifja upp að gömlum körfuboltaleikjum á Stöð Sport 5 eða hvað sem það er, og meðal annars leikur Keflavíkur og Skallagríms, en nú fáum við kynningu Skagaliðsins. Jú, þarna kemur hann! Þarna hafðist það hjá Sigurjóni. En eins og ég sagði áðan að þá er Skagaliðið núna, Skagaliðið er í öðru sæti, 2 stigum eftir Hamri. Eftir að Hamar búin að spila 15 leiki og eru með 24 stig, 12 sigurleiki, Skagaliðið með 11 sigurleiki með 22 stig, en eftir eru búin að spila leik minna, þannig að með sigri hér í kvöld þá geta þeir jafnað Hamarsmenn að stigum og slitið sér frá Ármanni leið sem situr í öðru til 3. sæti ásamt Skagamönnum núna með 22 stig. Og eins og ég segja, þetta gengi Skagamanna upp á síðkastið búið að vera virkilega gott og
og það bara, já, engin ástæð til annars en að vera bjartsýnir. Ég held að skagaliðið er ofalega í öllum tölfræði þáttum en kannski þetta er gaman að segja frá því að sá tölfræði þáttur sem skagaliðið leiðir í fyrstdeildinni, það er einmitt meðal áhorfendafjöldi hérna á heimaleikjum og það bara munar talsvert miklu á þeim og næsta liði. En eins og ég sagði áðan, Skallagrímur í 11. sæti með einungis 3 sigurleiki og hérna á eftir þegar leikurinn er við það að hefjast á ég von á Birki Guðjónsssyni til þess að vera með mér hérna í þessari lýsingu. Annars eru með mér í útsendingunni Guðmundur Kort Einarsson á myndavélinni og Snorri Kristleifsson að stjórna þessari útsendingu auk þess að hafa útbúið alla okkar grafík. Og já, og ég heiti Örn Arnarsson. Ég veit ekki hvort ég var búinn að minnast á það en ég heiti það hvort ég var búinn að segja það eða ekki. En þetta verður spennandi að sjá. Það eru, já, 5 leikir í fyrstu deildinni í kvöld. Þegar hafinn leikur Selfoss og KVF, þar sem að staðan er 14-15. Síðan núna klukkan kortir yfir 7 byrjar auk þessa leiks hér Sindri Snæfell, austur á Höfn, ger ég ráð fyrir. Já, nú var nokkuð gott ef Snæfellingar hafa komist alla leið í þessu veðri sem að herja á suðurströndina og vesturströndina hérna. En ég hef allavega engar upplýsingar annað en að sá leikur farið fram. Þór Akureyri tekur síðan á móti KFG. Þór Akureyri einmitt síðustu andstæðingar skagaliðsins. Skagamenn fóru norður síðustu helgi og gerðu bara góða ferð. Unnu þar, 184 ef ég man rétt. Síðan taka Fjölnismenn á móti Hamri og Ármenningar á móti Breiðabliki. Þeir leikir hefjast klukkan annars vegar 8:15 Fjölnir Hamar og Ármann Breiðablik byrjar klukkan 8:30. Þannig að þessi leikur verður væntanlega búinn þegar þeir hefjast, eða þegar þeim líkur skulum við segja. En Birkir Guðjónsson er að koma hérna til mín og það er alltaf verða klárt, rétt rúm mínúta í leik. Og Birkir búinn að vera að standa sveittur hérna í miðasölunni. Það er ótrúlega vel mætt hérna í stúkuna. Fólk að gera sig, já, bara töluvert að borgnesingu líka. Ég sýnist það. Allavega einhverjir sem að hafa lagt þetta ferðalag á sig. Og já, Birkir, velkomin. Já, takk fyrir það. Ég er búinn að kynna þig til leiks og fólki heima held ég bara mjög spennt. Ég var fljótur að kynna þig, þannig að þú veist, eftirvæntingin var búin að magnast. Klálega. Það er vel mætt. Það hefur alveg brunnið yfir pósinn hjá þér í miðasölunni. Já, það er vel mætt. Geggjaður leikur. Já. Og svo veðrið sé aðeins trufla okkur. Já. Sko, ég fór yfir það hérna áðan, auðvitað fyrirfram að þá er svo staðan í deildinni segir bara við erum með næst efsta liðið á heimavelli á móti næst neðsta liðinu. Það er búið að ganga allt á afturfótunni á Skallagrimi. Allt gengur frábærlega hjá Skagaliðinu, búin að vinna 6 í röð. En þetta er grannaslagur og Skallagrimur er búið að vinna 4 af síðustu 5 heimaleikjum Skagans í þessum rimmum. Já. Ég held að það telli ekki neitt hvernig staðan er í deildinni í dag eða kvöld. Nei. Það breytir engu. Þeir eru bara að koma, þeir eru í fallbaráttu eins og segir og þeir verða ná í stig og þeir eru að styrkja sig núna í janúarglugganum. Já. Og ég held að verði mjög öflugur. Jermaine Hamlin hérna númer 34 og Luke Moyer númer 55 í byrjunliðinu. Magnús Engill númer 28. Sævar Alexander sýnist mér númer 7 og Eiríkur Frímann. Hjá Skaganum er það Serjan Lucien, Viktor, Kristoffer og Kinjón sem að byrja. Og auðvitað Kristoffer og bróður hans Guðbjartur. Borgnesingar ekki rétt? Jú, já, þeir eru það. Það er gaman að sjá hvernig... Hann spilaði mjög vel útileikinn á mótið. Spilaði mjög vel í Borgnes. Hann þekki það körfur. En hann er líka búinn að skjóta mjög vel hérna heima og byrjar alltaf vel í leikjum. Það verður gaman að sjá hvernig hann byrjar á móti sínum gömlu félögum. Sjáum að hann byrjar að stela boltanum hérna en Kinjón stendur út af þegar sem að boltinn barst til hans. En
Já, sko þetta hérna, það sem ég líka hef og rætti það svo sem við Óskar hérna í kringum síðasta heimaleik að, þú veist, og hef alveg sagt það áður að þetta lið Skagalið náttúrulega kannski í pínu nýrri stöðu að vera í toppbaráttu, jafnvel eiga möguleika á að komast í toppsætið hérna í kvöld. Já. Skilurðu, andlega, þú veist, maður velti fyrir sér, kunna þeir það, þú veist, mætum við nógu vel gíraðir, kannski hjálpar það einmitt núna að þetta grannarslagur. Já, það getur hjálpað að vera í svona stöðu, það getur líka verið erfiðara. Ég held við fáum aldrei svarið í kvöld, en við erum alltaf með reynslu mikla leikmenn allavega. Já. Við erum með hérna Serdan og þeir eru ekki, við erum ekkert með yngsta liði í deildinni lengur eins og við vorum alltaf með. Hérna bara í fyrra og hitt í fyrra, þannig að það getur alveg hjálpað okkur. Já, í fyrstin Viktor með frákast. Lucien kemur upp með boltan. Lucien fær hindrun, dribblar sér bara í sitt eigið skot. Það var þægilegt. Vel gert. Nýji leikmaðurinn, Jermaine Hamlin, hann er stór og hann og Kynjón spiluðu saman út í Ameríku. Já, ok. Þannig að þeir þekkjast ágætlega og hérna við erum búin að fá punkta hann, hvernig hann spilar. Já. Og hann er ekki að fara að stíga upp í pikkum. Nei, ok. Hann er það stór og hérna... Serdan í þristin, hraður plöf, þristur, það er það besta sem ég veit. Þannig að við ætlum að nýta okkur það, hann vill falla tilbaka og gefa okkur skotið í staðinn, en hann lokar teiknum á móti. Já. Þannig að ef maður setja skotið, þá þarf hann að fara að endurskoða sína stöðu. Já, en eflaust, hann verðist nú vera með stóran og mikinn faðmann að sko alveg svo Viktor er ógn undir körfunni á okkur, kemur þryggjast að karfa hjá Magnúsi, jafna metinn. Magnús er frábær leikmaður og spila mjög vel hjá þeim í vetur. Já, þetta er hérna, eins og ég kom inn á hérna áðan, ég heyrði aðeins í Pétri Má þjálfara fyrir leik og hann var að lýsa í rauninni raunum sínum sem þjálfara og hvað liðið er búið að missa úr sko að leikmenn sem voru kannski aftarlega í róteringur komni mun ofar í róteringunni heldur en sko átti að vera skilur vegna meiðsla, vegna veikinda og annað sem að eins og til að mynda þessi leikur í kvöld er fyrsti leikurinn þar sem þeir ná að spila öllum þremur erlendu leikmennum sinum á sama tíma. Það er alveg magnað. Já. Þeir eru búin að opna með meiðsli. Já. Mjög svo. Þetta er sko það að Skaginn sé í öðru sæti, það segir ekkert fyrir hann leik. Nei. Hérna þetta er allt öðru leikur og þeir munu koma alveg dýrveldi sér. Ég er viss um að þeir ætla sér í play-offs og ef þeir komast í play-offs þá er ekkert gaman að mæta þeim. Nei, ég er algjörlega sammála því nefnilega. Skemmtilega gert hjá Hamlin. Fallegt skot með vinstri. Silkimjúkur 7-7. Lucien galopi skot. Hittir ekki. Þetta er akkurat skotin sem menn verða að nýta. Já. Það gerist nákvæmlega það sem þú sagðir að Hamlin lét að eiga sig að fara í þennan. Hann er segur að fá boltan undir. Þriðja fjóra skiptinu sem hann fá boltan inn í og hann er að fara körfuna. Setja hann á vítalínni, hittir ekki Viktor með þægilegt frákast. Og beint upp sjálfur. Skemmtilega gert, Viktor Bafuto. Sem að lagði nú á sig ferðarlega heim til Brasilíu í jólafríinu. Það er alveg magnað fyrir stutt stopp. 10 daga stopp og hérna 30 tíma ferðarlega aðra leið. Já. En kemur Lucien. Brotið á honum. Villan dæmt sýnist mér á Júri Bóban eða hvað. Númer 14. Náttúrulega urðum vitni að alveg frábærum í rauninni sóknarleik hérna síðast gegn KFG. Það var hreint ótrúlegt þar sem Skagaliðið skoraði 69 stig í fyrri hálfleik. Kristoffer fær hann undir körfunni, skemmtilega gert. Þægilega körfur. Já, það líti allavega vel út. Það er önnur baráttan sem er skemmtileg. Luke Moyer er búinn að vera með kringum 38 stiga meðaltal í leik. Moyer? Og hérna... Slagt skot hjá Hamlin. Þannig að það er spurning Kynjón okkar besti varnarmaður. Hvernig hann að hægja á honum. Já.
Karfa. Var þetta ekki Serjan? Þetta var Serjan. Já, hann þá komið með 8 stig. Já. Af þessum 14. Þetta veitum við að sjá hjá reynslumönnunum að bara akkurat í svona leik að leiða með fordæmi. Serjan á Kinyon. Og Kristoffer í skotið. Vildu nú fá villu þarna. Virtist að hafa fengið high five. Pétur Már tekur leiklega. Líst ekkert á þetta. 17-7. Pétur eitthvað að kvarta yfir, ég veit ekki hvort að yfir hverju. Ég efast að maður sé yfir villunni sem að... Sjáum aftur þetta hérna. Já, mér sýnist þér að vill allavega. Já, en frábær byrjun í rauninu og frábær kappi núna kannski síðustu 2 mínúturnar sem að Skagaliðið bara fer úr stöðunni 7-7 í 17-7. Já, það er svona dálítið Serjan, þú veist, hann á þetta til, bara dettur í gang og þá það er búið að fá þessu stoppan. Og hérna Kristoffer náttúrulega er sjúklega góður skotmaður. Já, hann þarf ekki mikið tíma þess að sýndi sig þarna. Bara 1 sekúnda á það, þá eru búin að skjóta langt fyrir utan og setur hann. Rauninni allir í byrjunleginu búin að skora nema Kinyon. Hann hefur aftur á móti gefið 2 stoðsendingar. Já. Og hann gerir aðra hluti fyrir. Hann að spila vörn og hérna taka upp boltann og það var einmitt eitt af því sem ég var í undirbúningnum fyrir þennan leik, fyrir þessu útsendingu. Þá svona reynir maður alltaf að rýna hans í tölfræðina hvernig hún stendur akkurat núna og það sem að vekur athygli mína svolítið að Skagaliðið skorar 97 stiga meðaltali og við erum með 5 leikmenn yfir 10 stiga meðaltali og svo erum við með 1 með 9,9 stiga meðaltali. Þú veist hversu mikil dreifing og enginn yfir 20 stiga meðaltali, skilur. Þú veist þetta lýsir svo hvernig hvernig hópurinn fungerar í þessu tímabili. Og þetta ekki styrkleikamerki? Jú, ég held að það sé styrkleikamerki. Ég veit ekki hvernig önnulið undirbúið sér fyrir Skagaliðið. Alltaf að taka út ákveðið leikmann út af eða doppeltíma hann eða... Ég meina við upplifum það báðir að spila með leikmann eins og hérna Zachary Warren sem er 40 pluss að meðaltali. Eða Terrence Watson. Menn vissi alltaf hver var að fara að vera aðalskorarinn í liðinu. Algjörlega. Og þar af leiðandi gátu liðin yfirleitt brugðist við því. Já. Og við vorum... Og liðin lærðu aðeins inn á það. Já. En hérna, ég meina, það verður engin áhrif þegar Kinyon sé ekki búinn að skora. Það er engin áhrif á sóknarleikinn. Nei. Og engin áhrif, veist, bara á liði í heild, sko. Og hann ekki að vera þvinga heldur erfiðu skoti þó hann sé ekki að skora, sko. Geggjuð vörn hjá Viktor en Hamlin með flott frákast og hann treður þessu bara... En Viktor gerði í rauninni allt vel hann að... Hann áræðinn að Hamlin, hann mjög áræðinn að fara á hringinn og mjög sterkur. Fer Kinyon á stað, kemst upp að körfunni, Moyer nær ekki að... Og þá Kinyon kominn á flað. Og Hamlin aftur fallegt skot, þetta silkimjúk stroka hjá honum. Heldur betur. Klárlega styrking fyrir Skallagrímsliðið og mikilvægt á þessum tímapunkti Serjan Ólafur hindrun dæmd á Viktor. Og sjáum þetta aftur hérna. Þetta rétt. Klárlega. Annars þessi skrín í nútíma körfuboltanum að þetta orðið svo, þetta svo ólíkt því sem það var, sko. Já, þetta alltaf að breytast. Já, en Benjamin Karl var að koma inn á hjá Skallagrími fyrir Eirík Frímann. Moyer, sérðu hvað, þarna sáum við einmitt akkurat styrkin í Viktori. Að, þú veist, það ekkert gott að taka skot yfir hann. Nei, hann breytir skotum. En Hamlin mjög einbeittur, hann hérna duglegur að fara í fráköstin líka. Hann ekki bara að fá boltan og skora heldur en hann líka alveg tilbúinn að fara í fráköst. Moyer í þristinn, falleg Karfa. Talandi að hafa lítinn tíma og þurfa lítinn tíma. Hvít kapli núna hjá Skallagrími. Þetta leiklega hjá Pétri hefur alveg skilað sínu. Kristoffer fær hindrun, nei, fyrir skotið. Gegga skot! Einhvern veginn leit út fyrir að vera á stutt, sko, en bara ekkert nema net. Kristoffer og Serjan báðir að hitta.
Benjamin, erfitt skot, Lucien tekur frákastið og villa dæmt síðan á Benjamin. Já, þetta ekki skotið sem Borgnesingar þurfa. Nei. Þeir þurfa hérna að leita betri skotum en þetta. Kemur Styrmir inn á fyrir Lucien. Kinjón. Kemur Serjan. Hann með svo einhvern veginn, mér oft fundist þetta, hann með svo ólíkar hreyfingar, þú veist eins og þarna hefði maður haldið hann færi bara áfram út fyrir 3 stiga en hann köttar inn á vítalínuna sem verður til þess að Boban hleypur á hann. Já, maður heldur alltaf að hann sé að leita þrýstum en ég held að hún líka mjög vel að skjóta líka fyrir innan. Serjan reynir að tróða minn á Viktor þarna, gengur ekki, Benjamin stelur þessu. Frábær vörn virtist vera hjá Kristoffer en villa dæmt hins vegar. Önnur villan hjá Kristoffer. Já, það svo sem ekki jákvæða fréttir. Og það Magnús Gill sem að fer á línuna. Setur fyrra víti niður og minnka munni í 7 stig. Staðan 30-30 á Selfossi fyrirgefið, Selfoss KF. Sindramenn 14-8 yfir gegn Snæfellingum, Þór Akureyri 24-15 yfir gegn KFG. Og hér staðan 22-16, Kristoffer í þristinn, dansar upp úr. Mæjer kemur upp með boltan. Finnur Magnús í þristinn, setur það niður. Góð skipta. Þetta eru klárlega skorarar í Skallagrímsliðinu. Fleiri en 1 og fleiri en 2. Þeir geta skotið. En Kristoffer með eina villu. Sjáum að Skallagrímsmenn komnir í svæði. Og Kristoffer á Serjan. Serjan stígur út fyrir, þetta skakt, Viktor með frákastið. Og fer bara á Hamlin, gerir þetta vel. Þetta fullu auðvelt eiginlega fyrir, finnst mér, Viktor. Já, það erfitt að stoppa þetta. Já. Mæjer, erfitt skot en fallega gert. 24-21. Þá skipta þær aftur vörn. Það aftur í maður og mann. Og Hamlin slær þennan út af. Og þá skipting hjá báðum liðum. Aron Elvar kemur inn á fyrir Skagan. Og inn á kemur leikmaður númer 7, Sævar Alexander. Aron aleinn undir körfunni. Styrmir fær hann fyrir utan. Aðeins svo fastur. Aron kannski gerði sig ekki grein fyrir að hann væri svona galopinn. Nei, ég held að hann hafi verið aðeins undir spjaldinu. Það svona góð hreyfing. Já, það var vel gert. Það alveg frákastabarátta líka þarna hjá þeim, stóru strákunum. Gaman að fylgjast með þeim. Kinjón 2 stig, eða var þetta 3? Ekki fór það niður, þannig að það skipti ekki öllu. 3 stiga munur. Skallagrímsmenn hafa komið sér vel inn í leikinn eftir. Mæjer jafnar hérna og þá leiklið hjá Óskari. Þetta við erum bara hrósa, sérðu þarna hefði mann stundum séð dæmda vill á Styrmi. Já. En Mæjer bara, hann gerir líka bara ekkert að fyrir segja, hann bara setja. Já, þeir bara upp í skotið og hann frábær skittar. En þetta við verðum bara hrósa Borgnesingum fyrir bara þetta svar. Já. Að fara úr stöðunni hérna 17-7 í 24-24. Klálega. Ég átti von að þeir myndu að mæta svona, veist. Þeir ekkert að valta yfir sig hérna á Skaga, sko. Það var kom ekki til greina held ég hjá þeim. Nei. Og þeir eru bara með mjög góða leikmenn. Og þetta svona kannski fyrst núna sem eru að byrja að spila betur sem lið. Já. Þeir hafa ekkert verið að spila frábærlega sem lið, en núna eru þeir að byrja að spila bara betur held ég. Þeir hafa svona verið stígandi aðeins í leiknum hjá þeim, síðustu leikjum.
En hjá Skagaliðinu það Kristófer og Serjan með sikkur 8 stigin og Viktor sem með 4. Hjá Skallagrími eru 3 leikmenn með 8 stig, Magnús Engill og Stephen Luke, Moyer og svo Hamlin. Einu leikmenn sem er búinn að skora. En skotnýtingin hjá Skagaliðinu, sko, frábær í rauninni 85 í 2 stiga, allt inn í teig bara og 44 í 3 stiga, en vekur athygli, sko, Skallagrími er búinn að taka 3 skotum meira nú þegar í leiknum. Já. Og frákastabaráttan, þú nefndir hana, Viktor með 5 núna og Hamlin með 4. Og Júri Bóban, stóðsendinga hæstur, eins og staðan er núna. Og samanlið inn á hjá báðum liðum sýnist mér. Aron, skrítin sending þarna. Sendingin kom hann fyrir aftan Styrmi sem var að taka köttið í gegn. Moyer. Finnur Hamlin eða hvað? Nei, Viktor gerir frábærlega. Stelur þessu. Kinjón. Hún fer í árásina og skrefar. Væntanlega, þetta er náttúrulega, ég er ekki sammála þessu en maður sér þetta svona aftur. Sér niður, sko, það leit út þessu skref. Já, virtist síðan í endursýningunni að hægri fóturinn væri bara stofnfóturinn og mögulega ef hann hefði verið að fara í skotreifingu þá væri þetta kannski alveg klárlega ekki skref. Hamlin fer í árásina og villa dæmt á Viktor Bafut og hann er ekki sáttur. Sýndist þetta nú bara vera, þetta hefði getað brugðið til beggja vona held ég. Og kemur Magnús út af fyrir Bóban. Þeir að skipta núna eða? Já, þeir að gera það. 4,7 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Staðan er 24-24. Hamlin á vítalínunni. Hún getur komið Skallagrímsmönnum yfir í fyrsta skipti í leiknum og gerir það. Frábær endurkoma hjá Borgnesingum hérna í fyrsta leiklutanum. Svona eftir bara jafna byrjun þá tóku Skagamenn svaka kafla, komist í 10 stiga forskot. Kinjón fer í árásina allan leið. Vel gert. Hann var svona 2,5 sekúndur allan völlinn. Og kláraði þetta bara alveg upp í körfuna. Og það er jafnt eftir fyrsta leikluta. Sjáum þetta hérna. Krafturinn í honum. Geggjaður. Já, Kinjón Hodges, alveg einstakur leikmaður og við kannski, ég var nú svo nýbúinn að fara yfir allar helstu tölur. Það er ekki mikið breyst. Hamlin er orðinn stigahæstur og Skallagrímur með 10. Já. Frákastabaráttan, sko Skagamenn eru yfir þar. Ef þú rýnir í þessa tölfræði og svona bara hvernig leikurinn hefur verið að spilast, þú veist, er einhver ástæða til að hafa miklar áhyggjur af því hvernig því að Skagaliðið virðist vera að spila vel, en Skallagrímur er bara að spila mjög vel líka. Já. Sko, einu áhugjum kannski sem ég hef, það er að Viktor er komið 2 villur og Kristófer 2 og það getur verið erfitt að dekka Hamlin ef Viktor fyrir út af. Þannig það er svona einu áhugjum sem ég hef. Þeir eru að spila ágætlega og skallan er líka bara mjög vel, sko. Július Duranona hefur nú svo sem hefur nú komið og leist hann af. Viktor svona kannski líklegastur í það. Ég myndi nú, mér sýnist Viktor ætla að halda áfram en. Já. Það er áhætta. Sama lið áfram hjá Skagaliðinu. Staðan 36-34 á Selfossi. Heimamenn yfir gegn KF. Sindri 25, Snæfell 15, Þór Akureyri 31, KFG 19 og enn ekki hafnir leikir Fjölnis og Hamars og Ármanns og Breiðabliks. Já, þeir eru aðeins síðar þá. Já. Byrja eftir klukkan 8. Það var það einhver leik fresta semst í kvöld með þetta.
Já. Það er ágætt. Skiptir halda áfram í svæði. Já. Borgnesingar. Og Kristófer út í horni á Aron. Aron í þristin, allt og langur. Kristófer tekur frákastið. Og finnur Viktor. Og Viktor kemst inn að körfunni. Og skorar. Hamlin er allavega ekki farin að ná að stöðva Viktor Bafuto ennþá. Nei. Það er eiginlega erfitt með einhvern annan báðir. Já. Ára Mójer. Boban. Inn á Hamlin. Viktor slær boltan í sjálfan sig hann út af, en vörnin fín, 3 sekúndur á skotklukku. Skaginn þarf að standa vörnina núna, reyna að gefa þeim eitthvað frekar erfitt skot heldur en eitthvað staðar auðvelt leiðjó núna. Láta að skjóta. Já, með Mójer sem að tekur hann inn, gengur erfiðlega, finnur á endanum Sævar, fer í þristin, geggjað! Sævar Alexander setur þennan þrist þarna. Þá er það Kinjón á Styrmi. Styrmir ennþá með boltan, finnur Aron, svona pínu glúðuslegt, vill á Hamlin. Það var mikill slagur hérna undir körfunni. Setur hann sennilega báðar hendurnar í bakið á Viktori, já. Þetta er áhugaverðir rimma þarna undir körfunni, verður að segja. Viktor hefur ekki mætt svona hávaxnum leikmanni í vetur. Nei. Og þeir eru svona líkir að mörgu leyti, sko. Styrmir í árás og ekki dæmt. Kinjón nær boltanum. Fer í 2 stiga skot. Setur það niður. Skaginn komin yfir aftur. Nú er Kinjón dekka hérna Steve Mójer. Hvort hann getur hægt aðeins á honum. Frábær vörn hjá Kristófer og Viktor. Gott frákast. Kinjón. Já, Kristófer. Það er hindrunna unna körfunni, setur hann út á Styrmi. Nógu tíma ennþá á klukkunni. Styrmir fær ekki villu, Viktor fer í þristin. Aðeins og langur. Frábært frákast hjá Kinjón Hodges. Kristófer síðan í þristin. Kinjón Hodges, gott fólk! Jesús. Þetta er ekkert hægt. En ég get alveg vanist þessu, ef að þetta bara í hverjum leik núna. Sjáum þetta aftur hérna, Kristófer í 3 stiga skotið og það loftar vel undir hann. Það verður að segjast eins og er. Ef að fólk misti af síðasta heimaleik gegn KFG, þá væri það vel þess virði að kíkja inn á YouTube-brásin okkar IATV og finna hann í KFG og spólar hreinlega bara á loka sekunduna í fyrsta leikluta. Þar er ein rosalegasta karfa sem ég hef séð, svona flautukarfa sem ég er nú sérstaklega aðdáandi flautukarfana. Það eru skemmtilega en aðra körfur einhvern veginn. Já. Það eru það alltaf. Og þessi var bara þess virði að gefa sér nokkra mínútur til að finna hana. Ég ætla bara að segja það. Hvet fólk til að gera það. Kannski að þetta nýta hálfleikinn í það. Kinjón í þristin, skakkur. Og Boban með frákastið. Það er Eiríkur. Og villa á Kinjón Hodges. Gríðarlega vel mætt, ég er bara að segja það eins og þetta er bara eins og þetta á að vera á þessum leikjum. Klálega. Við tókum nú báðið þátt í svona í einum leik með þessara liða, þar sem að voru öllu fleiri samt árundur og það í aðspökunum. Já, það hefði verið gaman að hafa það hérna í Vesturgötunni. Já, það hefði verið gaman að sjá hvað við hefðum komið mörgum, hvað hefðum margir mætt þá, sko. Þannig að komust fleiri að en vildu í rauninni. Þetta var náttúrulega akkurat döguð til mér, færri að en vildu. Aron full kærulaus þarna. Sendir hann þarna í
Það var að komið að Hamlin að leikli Óskar. Óskar ekki ánægður með þetta. Ekki sáttur. Moyer með sniðskotið þarna og Hamlin treður þessu niður. Já, þetta er eitthvað sem segir mér að Aron reyndar virðist nú að hafa meiðst og er mjög líklegt að hann sé að fara út af núna með að Óskar. Eins og ég segi, ég var þarna hinum meginn í síðasta leik og hlustaði á leikliðin hjá honum og ég væri mjög spenntur að heyra hvað hann er að segja núna því að hann er mjög fókusaður á orkustíð og á vörnina fyrst og einmitt bara svona kæruleysi, ég held að hann þolið það ekki. Nei, bæði léleg sending og svo eru 2 leikmenn sem löp aftur 3 af þessu Aron meiddur en það er alltaf 3 þá ennþá sóknarmegin þegar þeir eru búin að tróða sko, þeir eru búin að leigja klúðræði og tróða og hann er ekkert ánægður með það. Nei. En þetta er ekki leikur til þess að slaka á sko. Nei. Allra síst þessi leikur. Ég held að það sé nokkuð ljóst. En það eru bæði lið að En Aron kemur aftur út, það er bara sama lið áfram. Það eru bæði lið að spila mikið á sömu leikmanni. Já. Erlendur leikmannir hjá Borgarnes eru ekki ennþá búin að fara út af og Viktor og Kinjón eru heldur ekki búin að hvíla neitt. Nei. Það er mjög óvanlegt hjá okkur allavega. Já. Við höfum rótirað mjög mikið. Gleymið ekki að Viktor er á 2 villum einnig, þannig að hann þarf að passa sig klálega. Kristoffer undir á Viktor aftur inn á Kristoffer, skemmtilega gert. Gat ekki betur séð en að Skallagrímur væri konur í svæðisvörn á ný, þeir eru svona að fara í og úr. Það er erfitt að spila á móti svoleiðis og veist aldrei hvað þetta var að spila í næstu sókn og Hamlin og Styrmir verður fyrir honum þarna og er dæmdur brotlegur. Við kannski getum séð þetta aftur. Ég veit ekki. Hann virðist vera búinn að planta sér þarna Styrmir Jónasson. Þá fara Aron og Kinjón Hodges út af. En það breytir því ekki að villan er dæmd á Styrmi. Já. Og Hamlin getur jafnað. Gerir það ekki með fyrravítinu allavega. Lucien kemur aftur inn á. Kemur reynsla svolítið inn á Serdan og Lucien sem byrjuðu leikinn mjög vel. Serdan henta líka mjög vel á móti svæði. Það opnast oft svona einhver horn og einhver þriggjastegaskot. Já. En þeir eru komnir í maður og mannvörn aftur. Virðist vera að við sjáum að Viktor fær allan tíma sem hann vill hérna upp á toppnum. Hamlin á ekkert að fara eldan hangað. Nei, hann er engan á því. Nei, og hann ef að Viktor nær að setja þessi skot ef hann er að fá þau, þá þarf Hamlin eitthvað aðeins að hugsa sig um. Og eintilega Moyer, snöggt skot, fallegt skot, það dansar upp úr. Og þetta var mjög gott skot. Já. Leit út þess að vera frá honi í allan tíma. Já, Sævar steig út af og fer út af. Magnús Engill kemur í staðinn. Sjáum þetta fallegt sér. Hamlin er bara, hann er inn í vítateig þegar að Viktor tekur þetta skot. Serdan á Lucien. Lucien núna í þristin upp á toppnum og setur það. Fín innkoma hjá Lucien Kristoffis. Bæði hann og Serdan er að verða bara svona pínlítið eins og heimamenn finnst manni. Moyer með erfitt skot, nær frákastinn sjálfur. Setur hann yfir á Boban, hættir við og Skamer við það að stela boltanum. 7 sekundur á klukkunni núna. Eiríkur setur hann á Hamlin sem ætlar að tróða yfir Viktor sem hann er að trufla nóg á þess að brjóta á honum. Serdan ætlar að fara og vill að dæmt, væntanlega. Hindrun á Magnús. Þetta var í rauninni samræmi, þetta milli þessara dóma. Maður ímyndar sér að ef að Styrmir hefði fengið dæmdan rauðningin á Hamlin áðan hérna megin, þá hefði þetta mögulega getið verið rauðningur þarna megin. Já, en mér sýnist það ekki verið rauðningur. Nei. En sýnist þess og aftari varnmann, eða fremri varnmann ítur honum aðeins.
Pétur hins vegar var ekki sáttur með þetta á bekknum hjá Borgarnesi og Skagalið núna að síga fram úr í rólega hittunum. Ágætis byrjun hérna á öðrum leiklutanum og Srdjan Stojanovic setur þetta Óskar auglýsir eftir bara kraft í vörnina. Mayer og Eiríkur reynir að komast inn að körfunni, gengur ekki. Lucien stelur á hann boltanum. Srdjan Boban stelur á honum og hvað villa á Srdjan Stojanovic? Klaufaleg. Já, þetta var svona skrítin atburður á þarna. 8 stiga munur núna. Magnús fær hann úr innkastinu og brýtur af sér frábær vörn hjá Kristó. Og Magnús Engill ekki ánægður en ég held að þetta sé rétt. Já. Þeir virðist ít honum hérna með hendinu undir sér, já. Það bara virkilega góð varnarstaða á Kristófer hérna. Það kemur Styrmir upp með boltan. Srdjan aftur komnir í svæði virðist vera. Og Lucien, fer hérna á Benjamin og fær villu. Og það skotréttur kominn, þannig að myndi ég halda. Þetta ekki fjórða villan. Var þetta fjórða? Já, ég held það. Já. En næsta bónus á bæði lið, sko. Viktor. Sem að Hamlin ennþá, Hamlin og Viktor báðir ekkert búin að fara að velli. Styrmir gerir þetta skemmtilega. 10 stiga munur núna. Býður í loftinu meðan varnarmaður fer framhjá. Já. Þetta mjög falleg. Magnús. Benjamin og Eiríkur reynir að fara á Styrmi og uppkast dæmt. Smá svona einhver kýtingur hérna. Fín vörn hjá Styrmi. Ég held þetta að vera skref. Já, en það spurning hvort að skrefin telja þegar báðir með hendunar á boltanum. Já, var í þriðja skrefi, sko. Það eins og hann sé að fara þá í leikuppeða sendingu. Nærði ekki. En allavega, það leikli tekið hérna. Væntanlega Pétur sem hefur gert það. Já. Finnst mér líklegt. Kristófer Már með, og Srdjan Stojanovic jafnir með 10 stig hjá Skagaliðinu. Og Styrmir skoraði síðustu körfuna og Viktor með 9. Hjá Skallagrími það Hamlin sem komin heldur áfram að skora, komin í 13 en Magnús og Steven Luke Moyer ennþá með 8 stig. Viktor að sigra frákastabaráttuna með 8 á móti 5 og enn skotnýtingin hjá Skagaliðinu virkilega góð. Skagaliði búið að misnota 2 tveggjastiga skot í leiknum versus 13 hjá Skallagrími. Það munar þetta klárlega. Já. Skagaliði búið að taka svona skynsamar ákvarðanir í sókninni allan leikinn, fyrir utan kannski sendingunni í Aroni og eina tvær sendingar, þá voru við mjög skynsamir allan leikinn. Við vorum að halda töflumbolta niðri og taka góðar ákvarðanir og láta tíman líða. Það ekkert endilega að biðja skot eftir 6, 7, 8 sekundur. Gefur þessu bara tíma, sko. 18 af þessum stigum heimamanna komið inn í teig. Og tryggjastæðnýtingin ágætt hjá báðum liðum, kannski heldur betri hjá Borgnesingum. 55% þar, 5 af 9 og 6 af 15 hjá Skagamönnum, 40% helst það. Og hér skora Borgnesingar nokkuð þægilega. Það Aron Elvar kominn aftur inn á loksins fær Viktor að hvíla sig. Og það Aron sem það verður mjög áhört að sjá hvernig við náum að glíma eitthvað við hann. Kristófer óheppinn hérna með skotið, það lekur einhvern veginn upp úr. Magnús nær að halda boltanum en Aron stelur honum. Ég ekki, nú skulum við sjá þetta, hvar Aron? Hann? Jú, hann komið með vald á boltanum, þetta rétt, þetta bara frábærlega dæmt.
Hann komið með vald á boltanum á sóknarhelmingi. Bara hrós á dómara leiksins hér. Hamlin fer beint út af. Hann hérna. Já, þegar Viktor fer af velli. Já. Boban skakkur. Skallagrímur með frákastið. Þægilegt. Hvað erum við með hér? Bakgrinding. Á leikmann nr. 1. Benjamin Karl. Þetta var býttu við, en Karl var góð engu að síður. Getum við séð þetta? Eftir skotið og við hefum bara 2 víti. Já. Svona klaufarlegt hjá Benjamin, endur hann tekinn af velli. En þarna þá eru Skagamenn komnir í skotrétt. Þetta var þá eintalega 5. liðsvillan. Aðeins og langur. Baráttum frákastið, endar hjá Styrmi. Styrmir réttir Lucien boltan, Kristoffer. Þetta var nú alveg, já, dæmt sóknarvill á Kristoffer þarna. Sjáum, já, væntanlega fyrir að skópla sig hérna fram í honum, en var nú töluvert snerting á hann þegar hann tekur við sendingunni. Ég held að hann verður að skipta núna. Orri kominn inn á borgnísingum, númer 13 í fyrsta skipti. Magnús inn að körfunni, þetta skemmtilega gert. Og það hefur verið svolítið trendið tilhneigingin að þegar Pétur Már tekur leikli hjá Skallagrími þá minnkaði muninn. En Styrmir gerir vel hér. Boban, Magnús, Moyer, Boban í horninu, fer á stað, setur hann út, það kemur skot, Eiríkur með galoppi skot, aðeins og fastur, það var það Serjan. Stillir upp. Fá eitthvað kerfi í gang hérna. Serjan fer í árásina, brotið á honum. Og það 2 vítaskot. Moyer sækir þessa villu. Þetta sjáum við dæmi bara reynslu mikið mann sem á helst að hafa boltan. Þegar það svona kannski róar hans leikið niður. Svo bara keyrir á körfunni. Kristoffer fær að hvíla sig núna og Kinjón kemur aftur inn á. Serjan ekki uppmálað á vítalínunni. Setja víti einnig niður 49-40. Þannig Moyer upp með boltan. Eiríkur. Inn á Orra, Styrmir í bakinn á honum, Orri inn að körfunni, þetta erfitt. Aron tekur frákast. Aron á Styrmi. Styrmir fer í 3 stiga erfitt skot, þetta ekki skynsalegt. Þetta ekki skotið sem hvoru liðar leitað. Nei, og auðvelt karfa hinum megin. Þetta svona kannski dæmum að menn einhvern veginn að reyna svona þröngva leiknum, skiluru. Hefði verið voða fínt. Aron galopinn undir körfunni, skemmtilega gert. Fallegt samspil á milli hans og Serjans. 51-42. Skagaliðið alveg að skora á pari við meðaltalið sitt í vetur. Moyer missir aðeins valda boltanum hérna og Kinjón stelur honum. Brotið á Kinjón eða hvað? Það bara þýðir ekkert að reyna það. Hann fer bara upp á körfunni. Vantaði aðeins flugbrautina hérna til þess að tróða þessu en
Þetta náttúrulega villa, þetta ásendingur. Já. Villa dæmd á Kenyon Hodges hérna hins vegar. Reynir að stela boltanum af Eiríki þarna. Spurning hvort hann með, það kemur Viktor Bafuto og Hamlin inn á A9. Aldeilis flautu konsertinn á. Hamlin kemur inn á fyrir Orra. Fínt hjá Skagaliðinu svo sem hann búa til smá svona stuðpúða á hérna í undirlok fyrir hálfleiks. Já. Eru að vinna annan leiklutan með einhverjum 9 stigum núna. Og kemur Kenyon upp. Það væntanlega, já, hvort lið fær eina tilraun. Ætli það ekki? Fyrir hálfleik, það er líklegt. Serjan fær hann í hendurnar hér. Munar 10 sekúndum á klukkunum. Kenyon fer alla leið og Anna var alveg hálsbryddfræðan á að tróða þessu maðurinn. En frábælega gert þarna hjá Lucien að trufla innkastið. Sjáum þetta kannski aftur hérna. Hann líður eins og þetta sé villa á Hamlin, nei, kannski nei, ekki. Þetta, en hann reyndi að teygja sig, en það er ótrúlegt. Hann er rosalegur íþróttamaður sem strákur. Moyer og Lucien með frábæra vörð. Serjan með nógan tíma. Kenyon, hann hefur lítinn tíma. Treður að sjá flautunni. Kenyon Hodges, annan leikinn í röð með flaututróðslu. Það er eitthvað nýtt konsept. Já, þetta var svakalegt. Sér akurnesískt gott fólk. Þetta sjáu þið hvergi annars staðar. Og það er Kenyon Hodges sem kom með á Skagan. Bara virkilega frábært að sjá þetta hérna aftur. Það vantar bara klukkuna hérna. Og já, hann að tróða þessu áður en að rauði punkturinn kemur. Ég horfði á þegar að Serdan er með boltan, 3,3 sekúndur eftir og ég hugsaði, ok, hann reynir miðjuskot. Já. Ég sá ekki fyrir mig að geti gefið hann og geti tróðið. Nei. Hann er rugglaður. Hann er líka svo fljótur. Þú veist, af mönnum sem að maður mann eftir hérna undanfarin ár, Sean Tate var rosalega fljótur. Kenyon er bara á pari við það. Já. Hann er svakaður. Já, og bara happa fengur, ætla ég að leyfa mér að segja. En frábær annar leikluti skilar Skagamönnum í 13 stiga forskot. Já, bara, þú veist, eftir fyrsta leiklutan þá var ég veit að það viðkjanna, ég var með pínu áhyggjur. Já, ég líka. Af því líka bara hvernig andinn í Skagaliðinu var, það var eitthvað kæruleysi í gangi, einhvern veginn deyfð. Já. En svo var eitthvað sem kveikti inn. Já, en þekkjandi Pétur og Borgnesinga að þeir eru að fara að koma tilbaka hérna í seinni og við erum að fá okkur svakalega leik held ég. Já. Ég á ekki von á neinu öðru. Við réttir ennum yfir akkurat. Kenyon Hodges er orðinn stigahæstur. Síðasti maðurinn í byrjunarliðinu til að skora en hann er orðinn stigahæstur með 14, Serdan með 12, Kristoffer 10 hjá Borgnesingum er það, Hamlin með 13, Magnús Engill með 12 og Moyer með 8, Viktor 8 fráköst, Hamlin 5, Serdan Stojanovic með 8 stónsetning, reynsluboltinn. Herðum, við ætlum að taka okkur hlé og fá okkur kannski eina, tvær pítsusneðar og komum aftur eftir 13 mínútur og 25 sekúndur, ekki fara langt.
Jæja, kæru áhorfendur, 1:44 eftir hérna fram að síðari hálfleik staðan, 57-44 fyrir heimamenn í hálfleik. Já, það var jafnt eftir fyrsta leikluta 26-26 og ég og Birkir Guðjónsson sem að, já, er með mér í þessari lýsingu. Hann er nú reyndar ekki alveg kominn fyrir síðari hálfleikinn, en við vorum báðir orðnir svona nett stressaðir eftir fyrsta leiklutan, en síðan kom bara virkilega góðu kapli seinni hlutan af öðrum leikluta hjá IA og náðu að byggja upp þetta 13 stiga forskot, 57-44, kannski rétt að renna yfir stöðun í öðrum leikjum sem að hófust, já, það var eitt sem að hófst klukkan 7 og er komin í 4. leikluta á Selfossi, eru heimamenn 68-59 yfir gegn KVF. Á Höfn er, já, bara orðið hörkuleikur í hálfleik, 40-38, Sindramenn yfir gegn Snæfelli og Norður og Akureyri eru hálfleikstölur, Þór Akureyri 56, KFG 44. Spurning, ég velti fyrir mér heimferðinni hjá Snæfellingum og KFG-mönnum. Hvort að sé ferðaveður á milli landsluta akkurat núna. Ég allavega, ef að menn ætla að gera það, þá bara byrja það að fara varlega. En Borgnesingar komast eflaust heim hvis þeir komast hingað í kvöld. Enda enginn á húsbíl eða með hjólísi. En sýnist Borgnesingar vera með byrjunarliðið sitt inn á sem og Skagamenn. Já, sömuleiðis sem byrja. Já, og nú síðan kemur reynir að kompáttunum og Viktor fær boltan hann í hneð og út af. En það er Luke Moyer, Magnús Engill, Bóban, Hamlin og Eiríkur sem skorar hér fyrstu körfu síðari hálfleiks. Eiríkur Frímann. Á Skagamönnum er það Kenyon Hodges, Serdan Stojanovic, Lucien Thomas, Kristoffer Gíslason og sem á hér fyrsta skot Skagamanna. Viktor með geggja frákast, kemur honum á Kenyon og hann aftur út á Serdan. 4 á klukkunni, Viktor fer í erfitt skot yfir Hamlin hérna og Kristoffer nær að skila þessu. Skotklukkan endurnýjaðist ekki eftir þetta skot hjá Viktori en það kom ekki að sök. Og Moyer í galopin þrist, ekkert nema net. Hann er frábær skipta þessi guður. Það vantar ekki. Lucien inn á Viktor, Kristoffer og brotið á honum og þeir væntanlega á vítalínuna. Sjáum þetta búið að vera pínu svona vandræðagangur á þessu hjá sóknarleiknum hjá Skagamönnum. Já, Moyer með 3 af 5 í 3 stiga, 60% nýtingu. Þetta er bara prósentur á pari við Birki Guðjónsson í horninu. Já. Hvernig gaf það? Hann er líka bara svo segur að finna sér skotið. Það er góð að skjóta, en hann getur líka búið þetta sjálfur bara og haldi prósentur samt hárið, sko. Hann er virkilega öflugur. Með boltan, Hamlin, eftir á Moyer. Serdan nálægt til að stela þessu. Kenyon dæmdur brotlegur hérna fyrir slátt. Sjáum þetta hvort að villan var dæmd áður á þá Serdan. Já, þetta er ekki á Kenyon, sýnist mér. Eða hvað, jú. Sýnist það. Það er Kenyon. Samkvæmt leikklukkunni allavega. En ef þetta var á Kenyon þá önnur vill á hann. Já. Býttu nú aðeins við. Nú er ég fann að pínu stressaður yfir villu söfnunni hjá Kenyon Hodges. Hvort að þetta er þá 3. villan hans.
Startið náttúrulega tölfræðin örlítið á eftir en Kristófer hefur fengið villu áðan og er með 3. Já. Og Kinyon, þetta var 3. villan á Kinyon, þannig að Kinyon og Kristófer með 3 villur, það er svona eitthvað til að hafa augun á allavega. Þeir þurfa að passa sig. Lucien finnur opið skot og skilar í niður upp á toppnum er Lucien geggjaður. Eiríkur Navarov seinna á eftir honum hann þar. Magnús á Eirík, Hamlin og Boban í þristinn. Skakkur. Serdan með frákast. Serdan með fallegan snúning. Alltaf að setja þetta. Já, það væri mjög gaman að rýna í svona tölfræðina af þessum millivegalengdum hjá Serdan í kringu vítalínuna. Bara hver skotnýtingin er hjá honum í því sko. Villa dæmd á Serdan Stojanovic. Allt annað en sáttur þarna. Já. Hamlin hann tekur hann upp og hoppar sko auka skref. Sýnist mér. En 2 viti. Já, hann Styrmir kemur inn á fyrir Kinyon. Hamlin heldur áfram að skora fyrir Borgnesinga. Allt og stuttur og Moyer við það ná þessi frákasti. En boltinn út af. Og Skaginn á innkast. Það er kannski freki í manni að ég væri alveg til í svona nettan 10-0 kafla til þess að drepa þetta bara. Þannig að við þurfum ekkert að vera, ekki það er nú yfirleitt gaman að vera hérna á sætisbrúninni. Styrmir fær boltan hérna frá Serdan, enn einn stóðsendingi hjá Serdan Stojanovic. Já, maður einhvern veginn svona sér ekki annað en að Skallari komi bara með áhlaup núna fljótlega. Þetta er skref, ég ætla að fara rósa honum fyrir þessa hreyfingu. Hvort hann... Þetta er náttúrulega... Vinstri fóturinn, jú. Þetta er sennilega rétt. Vinstri fóturinn... Þetta er náttúrulega villa á Styrmi þarna áður. Já. En fyrst hann fær það ekki að þá var þetta skref. Já. Pétur Már ekki glaður. 15 stiga munur. Lucien. Flott skot frá honum. Viktor nær frákastinu. Og brotið á honum. Magnús Engill dæmdur brotlegur. Styrmir fær hann úr innkastinu. Serdan fær hann aftur. Lucien sterkur í frákastinu þarna og villa dæmt á... Þetta hafi ekki verið á Eirík, jú. Jú, Eiríkur. Mjög gott frákast líka Lucien. Hann fer í boltan og er alveg klár fjær megin við skotið. Já, 3. villan á Eirík Frímann. Borgnesingar svo sem með... Já, fámennan hóp þeir megin ekkert við mörgum villuvandræðum. Eiríkur fer af velli og í hans stað kemur aftur Sævar Alexander. En Lucien er lúmsterkur. Já. Hann er ekkert sérstaklega hávaxinn en bara hann er mjög hraustur. Beitir sér vel. Og skilar þessu vel niður. Lucien búinn að eiga fína leik. Moyer og Magnús. Sævar. Sævar í... Nei, það hættir í skotið. Moyer og Boban í skoti í horninu. Viktor sterkur hérna. Og hann stígur út af Sævar. Virkilega góð vörn hjá Skagamönnum. En að samanskapið hreyfðu bolta mjög vel. Fengu gott skot.
Boban hefði átt að setja það í horninu. Já, en í rauninni samt sko var, ég held að það hafi verið Sertan sem að náða að setja töluvert góða pressa á hann enga síður. Hann hleypur alveg nánast hálfan völlin líka bara yfir til að mæta honum og reynir að loka skotið, tekur á hann ákveðna prósentur. Sertan lendir smá vandræðum hérna og Boban reynir að setja pressa á hann og endar á að brjóta á honum og ég held að Pétur Már þurfi nú alveg, það er eitthvað sem að segja mér að hann gæti lauma sér í eina tæknivillu. Varst það útileiknum? Nei, því miður. Hann er 3 sem rólegir núna, hann var fróðufellandi í fyrirleiknum, þannig að ég hef engar áhyggjur af Pétri núna. Nei. Ég hef aldrei séð svona rólegan. Nei. Það er svona að vita að sé eitthvað að fara að gera sem við vitum ekki. Sko. Nei, ég get alveg votta það. Hann hefur ástríðu fyrir körfubolta. Já, það er mjög gaman að honum. Ég hefur ekki hugsað annað en körfubolta frá því að hann var bara krakki. Og Kristófer til varnar. Fer framjá Kristófer og villadæmt á Kristófer. Þetta er væntanlega 4. villan á hann. Er það ekki rétt munið á mér? Ég held það. Jú, þetta er kannski vondar fréttir en breytin á að dekka þetta. Já, Aron fær tækifæri núna og hérna Júlíus er ekkert mann komið inn á til dæmis. Nei. Hann er vanur að spila. Það vekur athygli hjá mér allavega. Það er að fara dýpra á bekkinn. Og ég er í erfiðleikum Hamlin og Viktor nær að villa dæmt á hvern. Bara velur einn. Það er á Lucien. Það var nú ágætlega gert hjá Hamlin. Já. Það var svona úlend off hver braut á honum. Þetta var, ég held að það hefði alveg verið eðlilegt að dæma villu. Já. Nú var kannski bara hefna Lucien að fengið hana. Já. Sertan Stojanovic einnig með 3 villur. Kristófer farinn út af með 4. Sendingin inn á Viktor skilar sér niður og enn einn stóðsendingin hjá Sertan Stojanovic. Viktor vildi fá villu. Þetta var væntanlega 10. stóðsendingin, hann er komið 2-2. Hamlin, Viktor gerir ágætlega en Hamlin er bara nokkuð segur í þessu. Ógeðslega öflugur hann undir, finnst mér. Mjög flottur. Það er Aron fer í þristinn, aðeins skakkur. Það voru eins og sem gárungar hérna að ræða málin í hálfleik og það svona menn voru svona veltaði fyrir sér Styrmir. Að veltaði fyrir sér bara hvort að hreinlega, þú veist, Skagalið með meiri breytt, fleiri róteringu, þú veist, hvort að menn mundi ekki alltaf sjá Skagaliði síga fram úr bara einfallega eins og Hamlin að spila mjög marga mínútur, þessi stóri skrokkur. Þú veist, hefur hann úthaldið að vera dóminerandi allan leikinn, skilur við. Þetta er svona nýkominn, maður veit ekki hversu miklu. Í sko seinni hluta annars leikluta. Já. Og hérna. Já, það er Júlíus kominn inn á og fær að berjast við Hamlin. Já. Júlíus gerir það sem hann er settur inn á til að gera, pankast í honum aðeins. En það er skotréttur hins vegar, þannig að Hamlin fær 2 víti. Júlíus þarf aðeins að passa þessu núna, hann þarf að velja villuna dálítið vel og hann var ekki að ógna körfunni þanniglega, þó hann hafði verið á leiðin að gera það. En hann þarf að láta hann alltaf drippla aðeins áður en hann fyrir að reyna að slá í hann. Hörkuleikur á Selfossi, þar er staðan 77-78, KF menn komnir yfir og já, bara í þeim töluðu orðum, staðan er 80-80 og þar eru bara rétt 2:40 eftir. Hörku spennandi leikur þar. Styrmir í þristinn, aðeins og stuttur og Hamlin tekur frákastið. Ára Boban og Moyer. Tinjún kominn aftur inn á. Boban inn að körfunni, gerir þetta skemmtilega.
13 stiga munur. Borgnesingar eru ennþá inn í þessum leik, við skulum ekki gleyma því. Þetta er sami munur og var ekki 13 í hálfleik? Jú, ég held það. Sami munur. Skaginn náði þessu upp í einhver 19. Borgnesingar að vinna sig aftur inn í þetta. Sertan af vítalínni. Hvað er það? Við erum ekkert að ræða þetta, nei. Staðan austur á Höfn. Snæfellingar konir 56-48 yfir þar. Já, það er óvænt. Mjög óvænt. Frábærlega gert hjá Moyer. Hins vegar Þór Akureyri með 10 stiga forskot á heimavelli gegn KFG. 68-58. Sertan í þristin. Galopin og þá bara ekkert að spyrja að því. Sertan Stojanovic að eiga hreint frábæran leik hérna. 19 stig, 10 stóðsendingar. Nú þarf hann bara að safna fráköstum maðurinn. Já, við verðum að gefa hann eitthvað fráköst. Moyer enn og aftur að gera frábæra hluti. En Sertan sendingin hérna á Kinyon. Galopin. Þarna sérðu, ef þú horfir á líkamstjáningunni í vörninu núna hjá Skallagrim, það komin svona þreytumerki. Skaginn að fá eftir 1-2 sendingar galopinskot. Þetta kannski það sem að við getum hugreist okkur við, en leið Borgnesingar kannski aðeins svona haft pínu nettar áhyggjur af. Já, Pétur held ég þurfa að fara aðeins að rótera núna. Já. Komin 8 mínútur. Já, Aron tekur þarna. Já, mér sýndist að hann Sævar ætla bara hreinlega að tróða þessu. Aron stoppaði það. 81-64. Góð villa í Aroni. Þetta var opið layup og hann minnkar allavega með stig. Leikurinn hafinn í gráinu. Fjölnir 24, Hamar 22. Allavega til að byrja með verðast Fjölnismenn ætla að stríða toppliðinu. Og Skagalið getur, eins og ég nefndi hér fyrr, að Kenyon Hodges hann svo mikið skemmtikraftur. Já, kannski að vekja svo sem minnast á það að Skagalið, fótboltaliðið, kallaliðið fór í Hafnarfjörðinn í dag og spilaði þar æfingarleik gegn FH og gerði 2-2 jafntefli. Og fyrir Skagamenn að vita að það voru Hinrik og Jón Gísli Eyland sem skoruðu mörk Skagamanna. En Daði Alfreðsson að koma inn á fyrir Sertan Stojanovic. Gaman að sjá Daði komin sjá með þetta aftur hérna. Kenyon Hodges. Daði að spila fyrsta heimalegin í vetur. Hann náttúrulega búinn að vera frá megnið, meir en hálft tímabilið vegna meiðsla. Já. Þau hefur svona dottið inn í hópinn annars leginn en ekki verið að fá mínútur. En virkilega gott að sjá hann. Já, hann búinn að vera að æfa í 2 vikur. Þannig að það munar held líka að fá hann. Já, þetta voru held ég líka bara erfið meiðsl að eiga við. Sem sagt, og fyrir hann andlega að Júlíus með slæmasendingu hann út. Sjá nú að hér erum við nú með Kenyon og síðan það Skagamennir með honum. Já. Gleymum við ekki að Hjörtur Hrafnsson kom inn á í síðasta leik í KFG og átti hreinlega frábæran leik. Raðaði niður þristum, ég held að hann hefði endað með 4 eða 5. Vill að dæmda á var það Júlíus Dúra núna. Já. Finnst að hann svona teikar hann aðeins og truflar skotið. En 16 stiga munur. Moyer getur minnkað hann í 14. Komin góður leið með það. 83-68. Eigum við ekki bara svolítið að vonast þess að Fjölnismenn taki bara Hamar í kvöld? Jú, Fjölnir hörkulið sko. Ég held að sé búin að vinna nokkra í röð. Ég held. Já, bara alveg magnað. Þeir eru dett í gang. Já. Ég spáði þeim fyrsta seti í vetur sko. Já. Ég var alveg klárað að þeir eru besta liðið. Þeir hafa ekki alveg fundið svona sinnleik ennþá, en ég held að sé að koma hjá þeim. Það var einhvern veginn, en eftir þjálfaraskiptin, það var svona svipaður uppgangur hjá Fjölnismönnum eftir þjálfaraskiptin eins og hjá Íringum eftir að Borsi fór þangað. Já. Eitthvað aðeins að leysast upp hérna. Moyer ræðist á körfuna.
Kinjón bara stelur honum og kastar honum frá sér aftur. Þetta var einhver merkilegast að darraða dans hérna sem að ég hef séð í allt kvöld held ég. Þetta var mjög áhugavert. En 12 stiga munur. Það munar einhverjum 9 sekúndum á klukkunum. Og Kinjón vill bara fara 1 á 1 eða hvað? Nei, hann vill fá hindrun frá Júlíusi. Og finnur svo Aron í loftið, kemur hann á Daða. Styrmir nær skotinu upp og heyrðu, þetta væri gaman að sjá aftur. Innkast sem að Skaginn á, sjáu þið þarna, það sem að þeir eru að meina er að Hamlin fer í netið, í skoti og eftir þess að ég best veit, þá er það automatískt karagól. En ég ætla að viðurkenna að ég er ekki sérfróður reglurnar eins og þær eru akkurat í dag. Nei, ég er ekki viss með þessar reglur. Ég er ekki alveg på til. Nei. Kannski er munur á hvort hann tekur í netið eða snertir netið, skilur við. En það er 4 sekúndur á klukkunni. Aron fer í árásina, finnur Júlíus erfitt og Kinjón nær ekki að losa boltan. En setur hann enga síður 83-71. Svolítið búið að leysast upp í einhverja svona vitleysu síðustu mínúturnar í 3. leikluta eftir að Skaginn var komin aftur í mjög þægilegt forskot. Já. Hvað þurfum við núna, hvað þarf Óskar núna að gera? Hvað þarf hann að ræða við sitt lið svona fyrir þennan 4. leikluta? Sko, hann þarf bara að setja sterkara liðin á. Þú getur ekki rótira svona rosalega mikið í einu. Bara mjög gott að rótira ágætlega, en þú eru alltaf að hafa einhverja ákveðna sóknarmenn sem geta leyst varnarleik hinsliðis og þú eru að hafa þá 3 þannig og svo getur þú haft á öfluga varnarmenn og allt það. En þú getur ekki rótira þannig að eins og við sjáum núna á sóknarleiknum, hann er dálítið tapaði boltar, það er verið ekki ná skotum, leikklukkan er renn út. Við þurfum að við þurfum bara aðeins að róa okkur held ég og gefa okkur tími sóknina. Já. En hjá Skagamönnum Serdan Stojanovic búinn að eiga hreinlega frábæran leik. 21 stig, 11 stóðsendingar og 3 fráköst. Hann þarf svolítið að spýta í lóana þar ef hann ætlar að ná í þrefalda tvennu. En Kinjón Hodges með 19 stig, Kristoffer 13, Lucien 11, Viktor 11. Þetta er enn og aftur stigaskorið að dreifast vel. Já. Það er Hamlin sem er stigahæstur hjá Borgnesingum með 20 stig, Moyer með 19, Magnús Engill 12, Eiríkur Frímann 10 og Sævar Alexander 8. Viktor Bafuto með 11 fráköst. En já, síðasti leiklundin framundan. Góður kafli núna hjá Skallagrimi. Segjum bara, þeir byrja 4. leiklutan 6-0. Já. Þá er þessi leikur algjör upp í loft. Já, klálega. Það er alls óvíst hvernig þessi leikur fyrir. Það er alveg klárt. Ég meina, með þessi gæði sem Skallagrimi er með núna, já, að þá þeir geta breytt þessu á 30 sekúndum sko. Já, Magnús. Fín vörnaði á Aroni. Vel gert. Kristoffer kominn aftur inn á og enn þetta er eins og heit kartafla hérna í höndunum á þeim. Kinjón missir þennan út af. Þetta er svona æðibunnu gangur aðeins og klöfaskapur. KVF 2 stigum yfir á Selfossi þegar 11 sekúndur er eftir, 84-82. Og Snæfellingar 1 stigi yfir fyrir 4. leiklutan austur á Höfn. Og KFG að klóra í bakkan á Akureyri, þar er staðan 75-71. Fjölnismenn með 5 stiga fórskot eftir fyrsta leikluta á móti Hamri. Skora helling á móti Hamarsliðinu 30-25. Þetta er jafnir leikir í kvöld. Já. Flestum vígstöðum. Þessi deild er bara stórkostlega skemmtileg. Já. Það er einhvern veginn bara engin leikur fyrirfram ákveðin einhvern veginn. Alls ekki. Mikið frábærum liðum í þessu deild. Hamlin með geggjaskot yfir Viktor þarna. 10 stiga munur. 83-73. Skagaliði verður náttúrulega bara að halda áfram að sækja á þá. Ekki ætla að fara að halda neinu. Sertan. Erfitt skot. Þetta er ekki góður sóknarleikur eins og er.
Moyer fótavinna í vörninni á Kenyon Hodges þarna. Frábær vörn. Maður og mann Kenyon Hodges alveg geggjaður og hefur gaman að því, skilst mér, að spila vörn. Það eru fáið sem leggja mikið upp úr varnarleiknum eins og hann. Hann byrjar með flesta stólna bolta í deildinni held ég. By far, sko. Og þeir eru að setja upp í dálítið góða sókn. Þá bara gefa sér tíma og fáum eitthvað gott skot. Serjan fær aðra hindrun hérna frá Kristoffer. Hér á Kenyon Hodges, hann inn á Viktor. Viktor í flotskotið og villa dæmd á hvern? Er það á Hamlin eða hvað? Nei, á Boban. Það er ekki. Sjáum þetta Jú, hann fer slæri í hendina á hann. Eftir á. Og Viktor getur aukið munin hérna í 12. Ekkert nema net í fyrra vítinu. Selfyssingar hafa náð að jafna á Selfossi 84-84. Leika ekki lokið, þannig að það er ekki komið í framlíkingu en stefnir í það. Og Hamarsmenn... Þeir fengu ekki heimild fyrir Tony Róten, kannasinn, held ég, Selfoss. Nei. Allavega er hann ekki með í kvöld. Moyer, fín hreyfing hjá honum og Viktor gerir nóg til þess að trufla hann þarna á þess að brjóta á honum. Og innkast sem að Skæna á. Timjan á Serjan, tvímynd á hann, þá er einhver laus. Og Viktor ætlaði nú að tróða þessu, menn villa á Boban aftur, sýndist mér. Hann var að hlaða í eina tveggja handa hér, en virkilega vel gert hjá honum að skila þessu niður. Já, villan á... Þetta er ekkert vitlausu villa hjá Boban, alls ekki. Nei. Viktor er að fara að tróða þessu og svona má stemmingur í. En þetta var eins og fjórða villan á Boban, þannig að því leytinu til er hún vondar fréttir. Hún er dýr. Já. Og kannski spurning hvort að Pétur þurfa að hvíla hann aðeins fyrir loka átökin. Já, Hamlin tekur frákastið, vikið allt og stutt. Og það Moyer. Þetta af Skagamanni og út af. Jú, það er framlíking á Selfossi, 84-84 eftir venjulega leiktíma. Hamarsmenn að byrja annan leiklutan vel, er búin að jafna á móti Fjölni. Virðist stefna í, hörkuleik hérna í næsta mánuði þegar Hamarsmenn koma hérna í heimsókn. Já. Alla þessu staðan lítur núna, þá gæti orðið mjög áhugaverður leikur. Já, Kristoffer og á Viktor. Viktor fleitir honum yfir Hamlin þarna. Flott frákast í Aroni. Sækir hann að bolta. Býtir aðra svo. Frábært. Serjan yfir í hornið á Aron. Kenyon býr sér til pláss. Fer hann á vítalínuna í skotið og fastur. Sævar með frákastið. Og Moyer kemst inn að körfunni. Það er eins og ekki að klára, þetta var svolítið þreytulegt. Já, það var það. Þreytulegt þarna í lokin, síðasta skrefi hjá honum. Þetta var ekki erfiðasta skotið sem hann hefði fengið og... Nei. Maður hélt bara að þetta væri auðvöld karfa hjá honum. Og þá er... 5 villur komnar á... Ég held að sé líka að hann er búinn að spila langmest. Á Boban. Nú er það fyrir. Já. Virðist vera. Já. Hit the road, Jack. Stephen Moyer, hann er búinn að spila 32 mínútur tæpar. Serjan. Og út af 1 mínútu leiknum. Hver þá? Luke Moyer. Já. Stephen Luke Moyer. Serjan, erfið sending. Kenyon vill fá hindrunna, fær hann á ræðstinn að körfunni, vill hann á Hamlin. Hann er ekki í neinu vandræðum, önnur vill hann á hann. Og ekki komið skotréttur, þannig að
Viktor og Serjan Galop inn í horninu og hann dansar af hringnum. Þessi hefði mátt þetta. Já, það hefði verið þungt högg fyrir Borgnesinga en þeir þurfa samt að fara að koma með álöp ef þeir ætla sér eitthvað hér. Geggjuð vörn. Já, mér finnst eins og þeir séu þreyttir. Ég veit ekki hvað Pétur getur gert, hvort það getur tekið leikli eða reyndi einhverja skiptingar. Serjan fær hér villuna á Eirík. Eiríkur sýndist mér hann að slengja hökun í olnbogan á Serjan. Hann kom með 4. Já. Lucian á mæti inn á. Kemur inn á fyrir Aron. Hann er búinn að skjóta mjög vel í kvöld. Já, Lucian með 11 stig. 2 og 3 í 3. Já, Pétur tekur leikli. Já. Það er svona... Þetta er svona kannski, það er 16 stiga munur, 6 og 16 eftir. Já. Þetta er í rauninni kannski síðasta, kannski baráttu öskrið sem að Pétur getur... Já, allavega það væri mjög góð tími fyrir það núna að ná þessu kannski í kringu 10 stig, þegar það eru 4 mínútur eftir. Já. Líka bara, ég held að sé líka aðeins að hvíla á, bara aðeins, förum að spilta yfir þetta, róa ykkur og svo finnum við eitthvað lausnir á eftir. Hinga til í leiknum, þá er eitthvað sem að Pétur hefur sagt eða gert í þessum leikliðum sem að hefur skilað betri kafla hjá Borgnesingum. Það verður bara að segjast eins og er. Í fyrsta leikluta voru lendur 10 stigum undir 17-17 en komu síðan yfir ef ég man rétt 24-22, skilur við. Þannig að þá komum við með einhvern 14-2 kafla eða eitthvað. Hann væri örugglega til í bara 10 leikli á leik og þá var hann alltaf að rústa leikjum held ég, sko. Já, það væri bara leikli eftir hverja sókn. Já. Það er svona nettur amerísku fótbolti í þessu. Þeir eru allavega hlýðunum strákanir, ég meina þeir hlusta á hann og hann er að teikna eitthvað upp þarna fyrir þá, sko. Já. En á samanskapi Skaginn það núna aðeins að bara halda áfram því sem að gera vel. Þeir eru að fá ágætis sóknar tækifæri, sko. Góð skot og svoleiðis og byrjar að spila flotta vörn aftur. Að halda áfram í nokkra mínútur. Algjörlega. Hamarsmenn komnir yfir í Grafarvoginum 44-41 eins er leikurinn hafinn hjá Ármann og Breiðablik. Þar er staðan 17-18 fyrir gestina. Blikar komnir yfir og Snæfellingar með 2 stiga fórskot austur á Höfn. 71-73 er staðan þar. Það verður óvæntur úrslitin ef að Snæfell fyrir að taka stig þar, sko. Já, það er alveg magnað en virðist eins og staðan er núna að þá ef við gefum okkur til dæmis að Blikar vinni Ármann í kvöld. Maður er alltaf einhvern veginn að bíða þegar ármenningar svona fara að mistiða sig, skilur. Já. Einhver hluta vegna, ég veit ekki hvað það er en sko það stefnir alltaf í að þetta verði svolítið 2 hesta hlaup. Lucian enn og aftur að setja hann 3-4 í að Hamar. Já, það eru þín orð, ég þori ekki að segja það ennþá. Já, ég get sagt það algjörlega án ábyrgðar. Þú ert kannski í erfiðari stöðu með það. Gæti verið túlkað sem einhvers konar lofur hjá stjórnarmanninu hérna. Kristoffer Galop inn í horninu. Hittir ekki, Kinjón fær ekki villuna. Viktor hins vegar með frákast. Þetta var skrítið. Já. Hann hefur klárlega áhrif á skotið. Já, vel gert hjá Skallagrimi. Eiríkur undir körfunni. 19 stiga munur. Já. Munurinn aukist hreinlega síðan að Skallagrimi tók síðasta leiklið. Viktor í horninu hann hitti einu upp á topp í fyrri hálfleik en ekki þetta. Þetta datt ekki. Hamlin elti hann aðeins lengra en Moyer geggjukarfa hjá honum. Stephen Moyer með virkilega fallega körfu og villan dæmd á ég held Serjan Stojanovic. 4. villan hjá honum. Já. Kristoffer líka með 4. Kemur út á núna og hvílir aðeins. Flott á að styrmi inn á. Já. Alltaf góður í vörn.
Já, viðeigandi músík þegar að Jón Þór Þórðarson þarf að taka til hendinni á kústunum. Fáir sem að hafa nú kannski komið jafn mikið að starfsemi körfuboltans á Akranesi eins og Jón Þór Þórðarson. Og eins og maður sér hérna, það er ekkert verkefni of lítið. Nei, hann er búinn að halda körfuboltanum á floti hérna í mörg ár og þar á undan var hann hérna þjálfa og svo leikmaður og já. Við værum örugglega ekki að spila, við værum ekki að horfa á þennan leik nema fyrir hans áhrif á körfuboltanum. Hárrétt. Það getur skotið á Eiríki hérna óvænt en nær ekki að setja það. Sertan. Skamanum líkur ekkert á núna. Nei, nú er bara að nýta klukkuna vel og Viktor reynir að fleita honum hann með vinstri, gengur ekki. Og frábærlega gert hjá Styrmi og hvar endar þetta? Viktor á Kinjón, hann út á Styrmi, núna liggur ekkert á eins og sagðir. Styrmi róar þetta. Kinjón galopinn hérna út í horni. Styrmir sér það. Kinjón fer í Tristin, hittir ekki. Og Magnús tekur frákastið og Lucien brýtur á honum. Já, það er í bónus. Það var kannski ekki... Hann ætlaði svona ekkert að gera þetta, en þetta var hérna smá klaufalegt hjá honum. Þetta var önnur liðsvillan á Skagan. Já, fyrirgefðu. Já, það eru aftur á móti Skagamenn konur í skotrétt. Hjörtur Hrafnsson að koma inn á fyrir Sertan Stojanovic. Sertan bara, já, það er náttúrulega ekki kannski sjálfgefið. Kinjón átt búin að eiga frábæran leik líka, en framlagspunktandi á Sertan 32 er annað hægt en að hreinlega velja hann mann leiksins þó hann fari út á hérna með tæpa 4 mínútur eftir. Nei, sko ég horfði á Pétur í þessari skiptingu. Já. Og hann var svona fyrir að segja á þessu, hann horfði á klukkuna í leiðinni. Já. Hvort það væri mínútu eftir eða hvort það væri 4 mínútur eftir. Það kom svipur á hann. En það var virkilega gaman að sjá Hjört. Hann hafði mjög gaman að þið líka hérna í síðasta leik. Ég held að hann hefði verið með eins og segi 5 af 6 í 3. Stóð sér frábælega hérna í síðasta leik. Já, með bros á vör. Allavega nýtti þær mínútur. Hann fær ekki margar mínútur en klárlega efnilegu strákur á leiðinni. Hann er alltaf brosandi. Ég var að dæma með honum síðustu helgi. Já. Og það sem eins og gengur að gerist, þá var það tuðið við dómgistu. Já. Hann brosti allan leikinn. Já. Bara hann þetta gegja. Magnús inn á Hamlin og Kinjón brýtur á honum. 4. villan á Kinjón Hodges. Þetta var alveg rétt. Þessi leikur orðin svona, þetta er frekar rólegt allt saman orðið. 17 stiga munur, 3:20 eftir. Þetta ætti að vera í höfn ef allt er eðlilegt í veröldinni. Skagaliðinu vantar einhver 3 stig í viðbót til þess að ná meðaltalinu sínu í vetur. Er ekki við hæfið að Hjörtur ná við þeim? Hvernig væri það? Já. Nei, við þurfum að halda samt áfram. Við þurfum að spila skynsamma sóknarleik leik. Hlaupa eitthvað kerfi og fá opin skot. Styrmir fær hann hérna frá Kinjón, fær síðan hindrunna. Reynir að lauma honum inn á Viktor. Eiga stundum svolítið til og við höfum rætt þetta hérna, ég og Jónur nokkuð oft að stundum er eins og verið að reyna að þrönga boltanum fullt mikið inn á Viktor þegar það er kannski ekki on eins og einhver myndi segja. Já, algjörlega. Hann vil ekki fá boltan fyrir neðan hér. Ef það þarf að gefa gólsendingu á hann, þá verður hún að vera föst og hún verður að vera hæfilega há, sko, þannig að hann geti gripið hana. 94-81. Lucien geggjuvörn hjá Hamlin, hann kom bara í skotlokksins hjá honum. Sævar og Moyer í enn eitt þriggjastigaskotið, hittir ekki. Ef þessi er dottið, þá hitt ekki leiklíf og... Já. Hodges tók frákastið. Og Lucien. Á Hjört og Lucien hlaupir niður hérna. Hjörtur Hrafnsson! Hann heldur bara áfram! Hann heldur bara áfram frá síðasta heimaleik. Hann er bara ennþá þar. Hann fann fjölni sinna þá og hann hefur greinilega bara haldið henni.
geggjaður Hjörtur Hrafnsson hérna, óhræddur, snöggur að skjóta á ekkert nema net. Þá koma Jóel og Július Turanona, bræðurnir inn á, Viktor Bafuto og Lucien af velli. Viktor átti virkilega góðan leik, fekk svona kannski erfiðara verkefni heldur en ofta áður. Klárlega. Varnarlega sérstaklega. Já, hann verður þreyttur í kvöld. Já. Alveg klárt. En Hamlin líka, mér finnst þið bara að spila báður mjög vel. Ekkert við þeim að kvarta fyrir bæði lið. Hamlin með 28 í framlag, Viktor með 26. Já. Viktor 17 stig, 13 fráköst. Hamlin 24 stig, 10 fráköst. Þannig að þetta er, Viktor hefur betur, skulum við segja, en það munar ekki mikla að þeim. Og má ég fyrir á víta línuna gerir ég ráð fyrir, eða hvað. Þá kemur Daði Alfreðsson inn á fyrir Kynjón, nei, fyrir hvern? Styrmi. Styrmi, já. Kynjón á greinilega en þá að stýra þessu sóknarleik. Já, það er fínt fyrir þessa reynslu minni stráka að vera með leikstjórnanda með sér. Já. Atvinnumannin. Ef maður sæði svona eitthvað mun á þessum liðum, eftir hennar leik, þá finnst mér svona eins og skalið sem var að spila lengur saman. Já, frá upphafi leiktíðar, hún spila með þessu saman. Man sér aðeins að Borgnesingar, þeir eiga bara eftir að slípa aðeins til. Og ég er alveg sannfærður að þeir eru eftir að taka nokkra leiki og þeir eru að fara í play-offs. Ég hef ekki trúið neinu öðru en þeir farið þangað. Eins og sagðir, mögulegir er bara svona ná vopnum sínum, þannig séð skilur, eru fannir að geta spila 3 útlendingum. Fyrsta skipti í vetur. Og bara í þessari deild, ef þú getur það ekki, flest liðin eru með 2 til 3 útlendinga og atvinnumenn skilur við. Og þá kemur Guðbjartur inn á fyrir Kynjón Hodges. Kynjón Hodges búinn að vera einstaklega góður líka í þessum leik eins og svo oft áður. Gefur okkur svona sjónvarsklippur til að eiga. Hjörtur stýra sókninni líka mjög vel. Já, Hjörtur fer bara aftur í þristinn, snöggur að því, hittir ekki að þessu sinni. Hann brosir samt. Moyer og Jóel brýtur á honum. Hann er ekkert hættur að reyna. Það er hreinlega Hjörtur sem brýtur á honum áður. Já. Hjörtur í því sem að ég kýs að kalla henni góðsagnarkenndu 5 hjá Körfuknattleiksfélagi Akraness. Það eru bara legend búin að vera í þessu númeri. Akkurat, það er. En hann ber treyjuna vel, ég ætla að segja, hann er mjög skemmtilegur efniviður í þessa treyju. Það er svo mikill bolti í Hirti líka, hann er alveg svona, Daði á Guðbjart. Og hann fer bara í árásina. Finnur Jóel og Daði ætlar að reyna að finna. Guðbjart gengur ekki, finnur hann núna. Guðbjartur í skotið og brotið á honum. Benjamin Karl gerir það. Og þetta var... Henni nýttu klukkuna vel. Já. Þarna, 3 sekúndur á skotklukkunni þegar hann... Nýttu komið okkur líka í 100 stigin. Já. Verið ófáir 100 stiga leikirnir. 100 var akkurat einmitt talan sem þeir fóru í Norður og Akureyri síðustölgi. Og hér er 100. stigi komið. Við rétt rennum yfir stöðuna annars staðar. Þá er Snæfell ennþá yfir. 3 stigum þegar mínúta er eftir. Austur á Höfn. 79-76. Þór Akureyri er sennilega búin að tryggja sig nokkurn veginn en 13 stiga forskot á KFG heima. Þegar það eru 4 mínútur rúmar eftir, Fjölnir komnir aftur yfir og það er hálfleikstölur 55-48. Þetta er góða tölur fyrir okkur sem og Breiðablik er 27-23 yfir gegn Ármenningur og Selfoss kreisti sigur heimavelli í framlenduleikja KVF 96-95. Það er mjög vel gert hjá þeim. Með einn erlenda leikmann. Já. Og hérna létu Kana fara jólin, ætlaði að fá hann inn. Fengi ekki leikheimild, þetta var ekki ennþá, sýnist mér.
Júlíus að skila niður víti. Já, þetta áhugavert. Þeir að láta klukkuna bíða hana. Moyer, Magnús í fristinn og brotið á honum. Og hann setur það. Þetta voru skemmtileg tilþrif. Sjáum þetta aftur hérna. Já. Þetta var hárrétt. 102,87. 22,1 eftir. Þá það bara síðasta sóknin. Jóel fer í snöggan þrist, það var ekki langt frá því. Guðbjartur með frákastið og stóðsendingu. Hann geggjaður í körfubolta þessi strákur. Það má aldrei gleyma því. Moyer í langan þrist og frákast hjá Kristjáni sem er komin inn á hana. Setur hann á Magnús en þeir ákveða að láta þetta eiga sig. 104-88 sigur. Þetta bara annar sigurleikur í gegn Skallagrími í körfubolta síðan að við fórum að senda beint frá þessum heimaleikjum í og síðast var það í mars 2023 ef maður rétt og en virkilega góður sigur. Skaginn gerði svo sem þetta voru flugeldasýning á köflum. Hvað myndirðu segja svona heilt yfir, var þetta bara nógu gott? Nei, mér var þetta bara mjög gott. Já, mér finnst þetta mjög gott. Við vorum að mæta bara hörku Skallagrímsliði og mér finnst þetta bara frábær leikur hjá okkur og mjög góður leikur hjá þeim. En mér finnst það svona lýsa tímabilinu hjá okkur. Það er alveg sama hvað gerist. Alla leiki, heima og úti, við möllum alltaf áfram. Það er aldrei eitthvað tuð í dómurum, missum hausinn, alltaf áfram. Þeir komast yfir í öðruleikunda, breytir engu, við höldum alltaf áfram. Já. Og það er svona einhvern veginn sem einkennir þennan hóp finnst mér bara sem ég hef ekki séð í langa tíma. Sko. Nei. Ég er sammálaðið það er ótrúlega einhvern veginn svona liðsandinn eins og við sjáum hér, stuðningsmennirnir hafið með. Já. Það er bara góð stemming að myndast fyrir körfunni á Skaganum. Já. Það er bara virkilega gleður mann rosalega að sjá það og það kannski við rétt bara rennum yfir stigaskorið hjá Skagamenn var að Sertan Stojanovic með 23 stig, Kinjón Hodges með 21, Viktor Bafuto með 17, Lucien með 14, Kristoffer 13, Styrmir 6, Hjörtur 5, Aron og Guðbjartur með 2 og svo Júlíus með 1. Hjá Borgarnesi í Skallagrími voru það Jermaine með 24 og Moyer með 24 einnig. Magnús Engill 16, Eiríkur Frímann 12, Sævar Alexander 10 og síðan Júri Babits með 2. Óskum við þetta bara Borgnesingum góðra ferðar heim og góðs gengis það sem eftir af tímabilinu eins og þú komst inn á Birkir. Ég ætla bara að leyfa mér að taka undir það bara að núna væntanlega leiðin bara upp á því hjá Skallagrími. Já, alveg bótt. Megum við ekki búast við þeim í úrslitakeppni? Er ekki óhætt að segja það? Jú, ég myndi segja það en ég meina, við stöðum það í fallsæti en mér er alveg sama. Þeir eru ekki að fara þangað. Gleymum því ekki að það eru annað til 9. sæti sem fara í úrslitakeppnina og Skallagrímur núna 4 stigum frá þessu 9. sæti. Það er bara 2 sigurleikir, skilur við. Já. Þetta liðir ekki að spila eins og þau sé að falla sko. Langt í frá. Og meðan eru Skagamenn búnir að jafna Hamar á toppnum með 24 stig. Hamarsmenn eru búin að spila leik meira og eru undir akkurat núna gegn Fjölni í hálfleik 55-48. Það verður gaman að fylgjast með því en Birkir við förum að segja þetta nú gott héðan næsti leikur hjá Skagamönnum gegn Snæfellingum í næstu umferð á útivelli. Síðan kemur heimaleikur gegn KVF. Eins og ég kom inn á fyrir leik þá Skagalið búið að vinna alla leikina frá því að þeir töpu fyrir KVF úti. Megum ekki búast bara við svolítið grimmum Skagamönnum á móti KVF hérna heima þetta í næsta heimaleik. Jú, ég held að menn vilji hefna fyrir það tap. En þeir tóku Ármann í síðustu umferð og ef þeir hitta á góðan dag þetta KVF-lið þá eru þeir hörku góðir en svo tapaði núna á móti Selfossi
úti, þannig að það er svona, þeir eru on-off lið, veist ekki alveg hvað þú færir. Nei, akkurat. Eins og við gátum svo sem sagt lengi vel með Skagaliði, en við erum eiginlega farnir að venjast þessu núna. Þetta var 7. sigurinn í röð. Já. Og Birkir Guðjónsson, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna hérna. Nú voru virkilega ánægilegt að hafa þig. 104-88 sigur, Guðmundur Kort Einarsson og César Óli Guðrúnarsson voru á myndavélinni. Stjórn útsendingar var í höndum Snorra Kristjánssonar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og reynið að fara ykkur ekki að voða í vonda veðrinu. Takk kærlega fyrir okkur.